Já, ég hef einu sinni gleymt innkomu, en það var akkurat í töfraflautinu og það var svona taltexti. Þannig að Tamino og Papa Kenno gátu bara improvisera þangað til ég kom. Og það var svona alveg á mörgum hæð. Ég þurfti að hlaupa niður einhverju rosalega hringstiga til að komast. Þóra Einarsdóttir einstök söngkona. Hún hefur fallega rödd og hún getur túlkað ólíkustu óperuhlutverk. Eins og títt atburða fólk í tónlist komu hæfileikar hennar snemma í ljós. Hún var alltaf syngjandi þegar hún var lítil og pabbi hennar var ekki alltaf ánægð með það. Það svona aðstæða sem að fólk var og gat ekki hlaupið í burtu. Bara stilti ég mér upp og söng í rútum og svona í hátalarann og já, alltaf þegar ég sá fólk svona sem ég gat sungið fyrir. Hver eru þínar fyrstu minningar sem að tengjast þessu? Ég náttúrulega man kannski fyrst eftir mig syngjandi út í Danmörku. Mamma og pabbi voru í námi þar og ég var þar í leikskóla. Og það var rosa mikið sungið og ég vildi alltaf sitja við hliðina á manninum með gítarinn. Söng svona lög eins og Sittin lille kattekilling, nei, hvor den sød. Og svona. Já, svo á Íslandi, þegar við fluttum hingað, þá var ég 5 ára. Pabbi fór alltaf með mig í strætó í leikskólan í Reykjavík, sko. Og reyndi alltaf að sitja þannig að ég færi ekki að tróða upp. Já, það. Og svo endaði með því að hann sagði, þetta gengur ekki, við erum að fá okkur bíl. Ég bara, það þoldi ekki lengur. Þessi mikla söngástríða fékk útrás í korsöng og það leiddi á endanum til þess að Þóra fór í formlegt söngnám þegar hún var 16 ára gömul. Hún kláraði nám í söngskólanum í Reykjavík og fór svo til London. Skólinn sem hún gekk í þar heitir Guildhall School of Music and Drama. Sagt að það sé góði skóli. Þetta svo bara, ég held að þetta hljóta að vera það besta sem gerist í heiminum. Þetta svo ótrúlega Hvernig þá? Já, þetta bara undirbúningur undir það að vinna og starfa í óperu. Og það mjög mikil áhersla á leiklist og við höfum aðganga kennurum sem voru að kenna henni í leiklistadeildinni sem að, þú veist, þarna voru fullt af bresku leikurum sem við sjá núna bara í bíómyndunum að þeir allra bestu Orlando Bloom og einhverju svona. Og var hann skólabráður? Já. Já. Og Joseph Fiennes og einhverju svona, þú veist, og við höfum aðgang að þessum kennurum og þar að auki var eiginlega þessi deild með þá stefnu að óperan sem leikhús væri framtíðin einhvern veginn að því að... Þetta er ekki óperan leikhús? Jú, sjálfsögðu er hún leikhús, en þar sem að þeir voru að þjálfa söngvara sem að gátu virkilega gert það sem til ætlast í dag. Er það gerða meiri kröfu til leiklistahæfileika eða leikgetu? Já. Og ég má orða það þannig. Já. Heldur en fyrir 50 ára síðan? Ég held það. Já, er það virkilega? Já, ég held það. Svona yfirleitt, já. Eru gerða meiri kröfu til útlits líka söngvara fyrir 50 ára síðan? En fannst ofta óperusöngvarar ganda að vera rosalega feitir? Ég veit ekki hvort það er rétt, sko. Ég held að óperusöngvarar sé bara allavega í laginu. Nei, og það ég meina það hefur stundum verið sagt, sko, að í óperuheiminu þá komi mikla raddir oft í stórum umbúðum. Já. Og maður sér oft svona mjög feita söngvara. Já. En ekki eins mikið í dag. Já. Það er bara, ég held að er fólk ekki bara almennt í dag, þú veist, meira að hugsa heilsuna Já, kannski. En ég held, sko, já, þú segir, sko, að sé áhersla á útlit eða kröfur, ég held að sé ekki beint þannig, ég held að sé bara þannig að fólk vandar sig við það að velja hlutverk og kasta í hlutverk. Og það er bara eins og í kvikmyndum eða í leikhúsi almennt að þá veljast þeir í hlutverki sem passa í hlutverkin, bæði persónuleikin og aldur og svona, já, þeir sem að, þú veist, að velja í James Bond og þá velur ekki einhvern, þú veist, sem er svona feitur.
Já, þú sem kannski 18 ára eða sem já, rosalega feitur, þú ekkert endilega. Eitt af fyrstu sviðshlutverkum Þóru eftir að námi lauk var í hinum sívinsala söngvaseið. Það var hjá leikfélagi Akureyrar. Hlutverkið var Þóru dýrmætur skóli. Þetta var alveg ótrúlega reynsla, ótrúlega góð. Ég sjóaði svo mikið á þessu. Þú veist, já, ég er búin að vera í söngnáminu og alltaf að vanda mig alveg rosalega og allt þarf að vera svo perfekt og eitthvað svona var svolítið upptekin af því, sko. Og þarna voru þetta bara svo margar sýningar og þú veist, og þetta er alveg sæmilega, þetta reynir mjög á söngkonuna, sko. En á annan hátt kannski en í óperu? Já, aðeins annan hátt og það er náttúrulega mikið leikur og þú berð upp í sýninguna, gjörsamlega, þetta hlutverk er svo stórt. Og þú veist, það er samt að syngja upp á HRC og bara og alltaf, þú veist, dag eftir dag. Og þannig að því leyti var þetta svona góð reynsla og gaf mér mikið öryggi, sko. Ég hef ekki áhuga á að hlusta á skoðanir yðar á börnunum mínum. Já, þér verðið að hlusta á einhvern. Þér eru ekki nóg mikið heima til að kynnast þeim. Ertu með umboðsmann? Já, maður þarf auðvitað að hafa umboðsmann og umboðsmenn. Já. Og þetta er mjög flókið mál. Þetta var væntanlega gífurleg samkeppni í þessum bransa? Já, það er það. Og Vladimir Ashkenazy sagði einu sinni að þeir sem ná langt í tónlistarheiminum og þeir þurfi ekki bara að vera duglegir og hafa mikla hæfileika, þeir verða líka að vera heppnir. Já. Myndirðu skilgreina þig sem heppna manneskju? Já, ég held það, því ég er ekkert mjög dugleg. Já, er ekki það? Þannig að ég reyndar, það er ekki rétt, ég er mjög dugleg. Ég er mjög dugleg í að vinna í mínu og ég hef alltaf einhvern veginn legg mig mjög mikið fram við það sem ég er að gera. En ég er ekki dugleg að koma sjálfur mér á framfæri. Þú ert ekki svona höstlari? Ég veit ekki, nei, þannig að ég hef verið mjög heppin, sko, með það að ég hef alltaf haft nóg að gera. Áttu þér einhver önnur áhugamál en tónlist? Já, börnin mín, fjölskylduna. Og já, mér finnst rosalega gaman að vera úti og stunda skíði og æfði skíði á krakki. Og öll bara hreyfing og sport sem er úti við finnst mér skemmtileg. Svo er ég mjög mikið fyrir svona, það er nú bara svona, já, hobby, það er svona hollur matur. Ekki mjög skemmtilegt. Já. En það kannski, já, mér finnst bara gaman að pæla í því. Ertu góður kokkur? Já, ég er mjög góð kokkur, sko. Og ég vil að fara samt frá því að ég var alltaf að elda svona ævintýralegan mat. Og það nú frá mömmu, hún er svo frábær kokkur, það var alltaf eitthvað frábært í matinn á hverjum einasta degi þegar ég er alast upp. Og bara, þú veist, indvest í kvöld, þú veist, á þriðjudegi bara og svo daginn eftir eitthvað rosa flott kínverskt og svona eitthvað mjög, skemmtilegt og ég er alveg upp við það og svo finnst mér bara, núna mjög gaman að pæli svona hvað ég er að láta honum. Nú, hvernig tónlist syngur helst? Ég syng helst svona klassíska tónlist, já. Það er nú hægt að skipta klassísku tónlist í margar greinar. Já, ég náttúrulega hef mjög mikið sungið Mozart og Händel og svona verið þar, sko. Ég hef líka sungið Wagner og ég sungið nútíma tónlist og ljóðatónlist og Syngur þá tónlist sem að þér finnst skemmtilegust eða er það röddin þín sem að ákveði fyrir þitt aldrei? Hvað hentar þér best? Röddin ákveður það, sko. Það er margt sem að ég myndi gætna velja að syngja sem það er ekki. Þannig að þú raunir þolir ekki Mozart en syngur samt alltaf Mozart? Nei, ég er mjög, það er að sko heppni, ef skilgreinu mér núna sem heppna manneskju að það er mér líka nú mjög vel, sko, syngja Mozart og veist það frábært. Þessi mismunandi tónlist sem Þóra syngur er ekki alltaf á sama tungumálinu. Tungumálið er líka hluti á tónlistinni. Lag á rússnesku hljómar allt öðruvísi ef það er sungið á frönsku eða íslensku. Þegar ég er að syngja á rússnesku þá fer ég auðvitað til þjálfara og æfi mig í hljóðunum og reyna að ná nákvæmlega þessum hljómi í tungumálinu og
svo þegar þú syngur lagið þá litar þetta röddina og hún hefur allt annan blæ. Heldur en ef ég myndi syngja þetta á íslensku þá myndi, þú veist, það var alveg kannski flott lag en það myndi bara hafa allt annan blæ. Ég var að æfa lag eftir Grieg sem ég hélt að væri á norsku. Og ég byrjaði að læra lagið og að hringja og það heitir Forårsregn. Já, vorregn. Ég byrjaði að æfa lagið og já, það var bara flott lag og svona. Svo ég eitthvað að skoða texta, nei, heyrðu, þetta er þetta ekki bara danska? Já, ok, þá þarf ég semst að breyta þannig að þetta sami texti, náttúrulega svo sömu orðin, þannig, og ég ekki það, þú veist, góð í að greina milli einhverju gammel norsk og dönsku. Og þannig að eitthvað sem var det klinger som fra fine instrumenter, að þá breytir það det klinger som fra fine instrumenter. Þetta er bara allt annað lag. Og það er bara allt annað blær á þessu. Og perletóner trilla over gruset. Heldur en perletóner. Það er allt annað blær á tungumálinu. Klinger som fra fine instrumenter, og bøyer du de grønne blad til side, så ser du bakkens elver hvor de glir, med spennende og strenge leie. Talar mörg tungumál? Ég náttúrulega tala þýsku, íslensku, ensku og eitthvað pínlítið frönsku og ítölsku. Þú ert ekki að leggja fyrir þig sérstaklega að læra á? Já, bara sem tengist svona starfinu þetta og maður er búin að liggja þetta mjög mikið í tungumálum, alltaf með orðabækurnar og alltaf að þýða endalaust. Þannig að svona ósjálfrátt kann maður kannski alveg helling. En ég er eiginlega mest heilluð á þessum hljóðum. Og líka, þú veist, ef þú sé frakkan að tala og þeir tala alltaf svolítið svona og það er alltaf svona stútur á minninu og svo kemur hann alltaf þetta það er svona eða svona í frönsku. Í frönskunni? Já, og þeir hreyfa rosalega mikið í værirnar og það er líka alltaf talað í sama tóni, það er alltaf bara áfram og þetta er alveg ótrúlega skemmtilegt. Ég var einmitt að syngja í óperettu franskri á upptökum, þar sem var mjög mikill taltexti. Bara leikrit, og ég tala ekki miklu frönsku. Og þá bara einmitt fór ég og tók bara DFT-myndirnar og breytt alltaf í frönsku og horfði alveg hellinga myndum bara til að pæla í svona tónfallinu og hljóðinu. Söngvarar eru nú stundum skammaðir fyrir óskýran textaframburð. Já. En svo finnst mér stundum að söngvarar sem að leggja alveg ofur áherslu á að syngja skýrt, nánast hrækja út úr sér samhljóðunum. Þá er það oft ekkert voðalega fallegt. Já, ég legg mig áherslu á skýrleika og líka á tónfegurð, eða tóninn bara. Þannig að, já, þetta er bara einhver svona millivegur sem þarf að finna. Þetta þarf að skiljast. Og það er auðvitað leiðilegt, þegar farið að bjaga mikið, sérhljóðana til að ná einhverjum tóni, til dæmis að, þú veist, margir söngvarar kannski myndi hugsa sér, já, þú veist, einmitt hljómar svo vel og ég ætla að reyna að hafa alla sérhljóðana svolítið eins og ó. Já, það er og þá er það bara það er eitthvað svona. Ég er að ýkja, þetta er ekki rétt, en þú veist, þá er það kannski of mikið. Komm lieber bei und mal
die Bäume wieder grün und lass mir an dem Bache die kleinen Veilchen blühen. Wie möcht ich doch so gerne ein Veilchen wiedersehen. Ach, lieber Weibe, gerne einmal spazieren gehen. Ach, wenn doch er's gelinder und grüner draußen wär, ach, lieber Weiberkind, wir bitten dich gar sehr. Oh, komm und bring vor allem uns viele Veilchen mit. Bring auch viel Nachtigallen und schöne Kuckucks mit. Not jaldar folk den frida sin fara blåma sal. Nu skal jeg léttar lida livsins taura dal. Mér finnst oss auðan fái, þar fara rosa braut. Þótt allir aðrir sjái, þar aðeins böl og þraut. Ég var á tónleiku hjá henni fyrir árið síðan og þá tók ég eftir hún var að vinna mikið að því að gera decrescendo eða láta tónin deyja út í lok hendinga sem mikill vandi. Ég var einmitt að hæla henni fyrir þetta á eftir og hún sagði, ó, ég svo fegin þú tókst eftir þessu því ég að vinna að þessu. Því að svona hlutir þeir kannski virka mjög auðveldir þegar maður heyrir þá. Þetta krefst aga og æfing. Þú getur alveg hlusta á disk með einhverjum og góðum lögasöngvara og reynda að kópera það og ná öllum fínlegu blæbrigðunum og gera allt þetta með röddinni sem gert, haft kannski tæknina til þess. En ef það kemur ekki einhvers stað frá, þá hefur ekkert að segja. Þú meinar að þetta verður að koma frá, þetta verður að byggjast á einhverju ákveðnu listrænni sýn? Já, bara upplifun og innlifun og að finna tilfinninguna inn í þér. Og þú ert auðvitað búin að hugsa þetta líka kannski tæknilega séð og já þarna það eitthvað inn í þér sem að af hverju þú fer þarna upp og það verður veikar og veikar og það er einhver ástæða fyrir því, það er eitthvað sem gerist innra með þér. En ég meina hvað gerir það til að setja þig inn í skáldskapinn sem þú ert að túlka og ert að miðla til áheyrenda? Já, ég nota ímyndunaraflið. Ég byrja á að lesa ljóðin og þau gera eitthvað við mig. Það er eitthvað sem að annaðhvort maður finnur einhvern samhljóm með þessu eða maður getur ímyndað sér. Það er ekki þannig að maður þurfi að hafa lent í þessum aðstæðum, en það er kannski eitthvað inn í manni sem að það vekur. Og reyndar finnst mér alveg rosalega oft að það sé fyrsti lestur á ljóðinu. Að hann er eiginlega þar sem að sker úr hvort þú nærð að túlka það eða ekki. Og hvernig ljóðið eiginlega tala til þín. Og hvaða tónskáld höfða mest til þín að þessu leyti? Já, það er mjög alveg, þessi frönsku tónskáld höfða alveg mjög sterklega til mín. Og hvaða ljóð eru það þá? Þetta er svona impressionistisk, eiginlega svona Ferland og Baudelaire og eitthvað svona, Það er eitthvað í því sem að, ég veit ekki, þau sem þú sagt þessi eitthvað svona sýrukend, en það er eitthvað annað sem ég finnst, það er eitthvað svona ljúf, sár, það er eitthvað annað. Það er ekki hægt að lýsa því? Nei, það er nefnilega það. Það er ekki hægt að lýsa því. Ef það væri hægt að lýsa því, þá væri ekki til skáldskapur. Skáldskapurinn er til þess að höndla eitthvað sem maður getur ekki lýst á annan hátt. Það er þannig. Og svo fer tónlistin með það í rauninni lengra, ekki? Jú.
Og þetta bara, maður það bara opna fyrir, sko, og leyfa þessu að fara á þennan stað og þá bara það þannig að ég fyrir oft bara, þú veist, að grenja þegar ég að lesa svona ljóð og læra einhver lög. Gerist það líka á tónleikum? Já, það hefur gerst, já. Það hefur gerst, en ekkert nýtt, það sést nú vilt ekki. Akkur hefur svona gaman að því að syngja ljóðasöng? Já, mér finnst náttúrulega ljóðin falleg, sko mörg, en svo það kannski fyrst og fremst það að þá fæ ég meira frelsi svona sem listamaður. Að mér finnst það svona meira skapandi að þannig átt, sko. Meira en í óperu? Já, í óperuna þá ertu auðvitað bara verkfæri í höndunum á leikstjóranum og á hljómsveitarstjóranum og maður auðvitað að vinna því að búa til sýningu sem er eiginlega þeirra sköpun hannilega, sko, og svo er maður kannski að reyna að setja sína túlkun í hlutverkin líka, en það er auðvitað í samvinnu við leikstjóra og hljómsveitarstjóra og svo stendur maður á sviðinu og þeir eru með sitt tempó eða sínar svona áherslur, sko. En í ljóðasöngnum þá hef ég sjálf meira svona, það er það ég sem ræð tempóinu og ég ræð líka oft, sko, í samvinnu við píanóleikarann, hvernig, hann er auðvitað líka að túlka sínar og mínar tilfinningar innri og þannig að það finnst mér svona skemmtilegt. Endur eftir hann í árekstrum við píanóleikarann? Já. Já, það getur alveg verið. Já. Og hver er það sem hefur endanlegt neitunarvald? Já, það er bara að rífast. Nei, maður þarf auðvitað bara að leysa það í sameiginlega, sko. Það er ekkert hægt að vinna með þér. Fyrirgefðu, hvað? Ríkur alltaf upp á háa sér. Já, en það... Kannski óþarf að skella hurðum? Hlutverk meðleikarans, já. Fyrst og fremst náttúrulega maður á að vera góður píanóleikari. Og það er náttúrulega alls ekki nóg. Maður á að skilja söngvar. Og þess vegna á ég held meðleikari líka vera söngvari. Án að syngja. Við syngjum á ljóðfæri og hann á líka að hafa mjög góða tilfinning fyrir ljóð.
og tungumálum. Vegna þess, mjög oft byrja piano og hann skapar andrúmsloft fyrir söng sem kemur eftir. Og ef það passar ekki, allan lagi bara allt vonlaust. Stundum það þannig að bara málnotkun, hún flækist fyrir. Og það að hlutverk píanóleikara sem leikur með söng skuli í íslensku máli hafa orðið að undirleikara. Það auðvitað í besta falli bara mjög fyndið en líka mjög sorglegt af því að þetta hefur kallað á skilning á hlutverki píanóleikara sem að náttúrulega á ekki við nokkur rök að styðjast. Mér finnst sjálfri að það eigi ekki að nota orðið meðleikari vegna þess að kannski væri miklu réttara ef maður hugsar út á tónlistinni þetta sé mótleikari. Vegna þess að til dæmis eins og þegar í ballett þá talað ekki meðdansara heldur mótdansaraðinn og eins í leikhúsi þá talað hver aðal leikarin mótleikariðinn og ef maður hugsar til dæmis eins og ljóð eða íslenskt sönglag þá það ein heild sem bara eins og skeljar sem falla saman. Það annars vegar söngurinn og hins vegar píanóleikurinn. Og söngvarinn segir að sjálfsögðu söguna en píanóleikarinn, hann leiktjöldin og hljómsveitin og þannig séð ekki kannski lýsingin, við skulum segja andlitið á söngvaranum væri það ef maður myndi setja því þann búning. En mér finnst alltaf að píanóleikarinn, hann bara ræður því hvort, eða við skulum segja, hann hefur það á valdi sínu, hvort að ég get sungið lagið sæmilega. Hvað getur sagt mér lagið eftir Erik Satie sem þú ætlar að syngja? Já, þetta nú ekkert svona neitt sérstaklega djúpur kveðskapur. En þetta bara svona skemmtilegt lag dífu og þetta fjallar nú aðalega svona ákveðna tegunda hatti sem kallaði Greenaway hattur sem var í tísku einhvern tímann aldamótin 1900 og með rosalega löngu deri svona fram og sólin skín ekki í andlitið og þá átti að vera svona tilheyrandi svipur sem fylgdi og þetta fjallar ákveðnu dífu sem svona söng, leik, dansdífa í leikhúsi sem heitir L'Empire og hún með svona hatt. Pudiquement, c'est joli dessous du fond.
Þóra syngur alls konar tónlist, þar á meðal eftir núlifandi tónskáld. Sumi kvarta undan nýrri tónlist og segja hann að vera óskiljanlega, en er ekki öll ný tónlist góð. Ef að við værum núna á árið 1750 og værum að hlusta á alla þá tónlist sem verið að semja þá, og þá væri kannski 80% lélegt tónlist og 20% góð, kannski. Ég segi bara að segja þetta svona sem dæmi. Og þessi góða tónlist svo sem hefur lifað með okkur og það sem við erum að heyra af þessari tónlist í dag. En við erum náttúrulega að heyra nýja tónlist núna, alla, flóruna, og það auðvitað fullt af lélegri tónlist. En góða tónlistin þarna líka og hún alveg frábær og hún mun lifa. Þannig að sagan hefur ekki ennþá dæmt þessi lélegu verk úr leik. Nei, og þannig að það kannski, svo mætir maður tónleika og þá þarf maður kannski að fara svolítið marga til að detta svo niður á það sem gott, sko. Þetta augljóslega rétt. Já, þetta bara svona. Það bara þannig, það getur aldrei verið nema bara pínlítil prósent af öllu sem samið. Já. Sem snilldin. Snilldin í eðli sínu sjaldgæf. Einmitt, en ég held að fólk eigi endilega bara leita eftir þessari góðu nýju tónlist og kynna sér hana. Það náttúrulega alveg rosalega skemmtilegt að taka þátt í að flytja nýja tónlist því að það oft svona einhvern veginn svona skapandi tilfinning að þú hefur eitthvað að segja með túlkunina og svona og hún auðvitað oft alveg ofboðslega erfið tæknilega og Hvernig það? Já, hún sko það oft hægt að mér finnst oft þegar maður fær svona nótur skor í hendurnar með einhverju nýrri tónlist að þá fær maður svona bara maður eiginlega stífnar upp af því að þetta allt svo nákvæmt skrifað og það verið að skrifa út svo rosalega smáatriði meðan að kannski Schubert eða Mozart skrifar bara sömu, þú veist hann skrifar 3 erindi sama laglínan aftur og svo bara listamannsins eða söngvarans að útfæra það og gera núansana og þú veist þá syngur maður ekki alltaf alla nótur nákvæmlega jafnar og stundu tekur maður meiri tíma og stundu minni og eitthvað slíkt en í þessari nútíma tónlist þá oft svo nákvæmlega skrifað allt að það oft kannski skrifað inn hvar þú átt að anda og með hvernig soghljóðum eða eitthvað slíkt og þá byrja maður auðvitað á því að reyna að ná öllu þessu og telja, þú veist, hér þarf að telja upp á 11 og svo kemur annar taktur og þá það 3 og það öðru tempói og svo kemur 12 og þú veist, og svo átt að segja 1 bíp þarna eða eitthvað svona en og þá fer svo mikil tími auðvitað í það að reyna að ná að gera þetta rétt og vel að mér finnst oft í flutningnum að þá komist fólk ekki lengra og þetta sem að mig langar til að breyta þegar það komist ekki yfir það að bara ná að flytja nóturnar rétt að gera það að sínu það sem ég vil ná fram ef ég að flytja svona tónlist að ná að auðvitað tilhenga mér og syngja allt rétt og að komast yfir það og gera það mínu og gera það einhverju sem þú veist, hefur einhvern samhljóm bara einhverju listaverki svona já, og bara upplifa það sjálf og finna og reyna að skilja tónskáldið af hverju hann að skrifa þetta svona hvað það sem hann að meina með þessu Segðu mér aðeins frá laginu eftir Benjamin Britten sem þú ætlar að syngja. Já, þetta lag úr ljóðaflokki sem heitir On This Island og hann við ljóð eftir Oden. Og Oden var auðvitað mikill, eins og við vitum, Íslandsvinur, kom til Íslands. Og þetta fjallar svona fólk sem hefur það býsna gott og hraðskreiða bíla og banka og mikla peninga og fólk sem telur sig hafa allt og tapar því svo að lokum og tapið algjört. As it is plenty, as it's a
turning her and his order. Give thanks, give thanks. All that was thought, as like as not is not, where nothing was enough but love and the raw future of an intransigent nature, and the betraying smile betraying, but a smile that is not. Forget, forget, forget. Let him not cease to praise then his spacious days. Yes, and the success, let him bless, let him bless. Let him see in this the profits larger, and the sins venomous disease, and as the losses major. And final, 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 final. Eru söngvarar, hafa þeir almennt miklar áhyggjur af röddinni sinni, eða er það mjög misjæmt eftir það söngvurum? Alveg rosalega misjæmt. Ég eiginlega bara með þá stefnu að ég pæla ekkert í þessu og held bara mínu striki og syng þó þessi kvefi og slíkt, nema ef að ég, og ekkert að hugsa það, nema sko, ef það kemur og þá er það bara þannig. Ef þú væri til dæmis aðeins kvefuð, en þú værir að fara að syngja í kvöld, hvernig myndir þú beita röddina öðruvísi? Ég myndi ekki beita henni öðruvísi en ég vön. Ok, en hvað myndir þá þurfa að gera? En ég náttúrulega búin að vera að æfa söngtækni bara frá því ég 16 ára og auðvitað farin að beita röddinni rétt og vel. Þannig að ég get sungið meðan að aðrir sem að kannski eru meðan að tala niðri eða eitthvað slíkt. Ef ég myndi alltaf tala hér, að þá náttúrulega, ef ég er með hálsbólgu, þá heyrir það alveg rosalega vel. Og sérstaklega ef það er eitthvað mikið slíma, þá myndi það alveg bara fara í. En ég sem er með þjálfaða rödd, hún situr öðruvísi. Og þá get ég talað yfir slíkt. Og eins sungið, það er bara sama. Það er erfitt að skilja þetta. Já, þetta er mjög sér. Já, þetta er svona. Nú, við ætlum að taka lag eftir Rachmaninoff. Hvað getur hún sagt okkur það? Já, Rachmaninoff náttúrulega samdi alveg frábær sönglög og leið að maður kemst í einhverja góða píanista, þá er bara algjörlega upplagt að syngja Rachmaninoff og misnota þá. Misnota þá, aðeins og láta þá þurfa að æfa sig. Og já, og svo bara, já. Hvað er þetta lag? Þetta er heitir vorleysingar einlega á íslensku og já, þetta er auðvitað vorið ástina.